Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til þess að þau nái að hámarka getu sína. Þetta er gula leiftrið. DHL Express. Benedikt, þá þessari vertíð lokið. Þetta fór í 4 leiki. Svona ef við skundum fljótt yfir þennan leik. Hvað fannst þið vanta upp á? Mér fannst bara vanta skelfilega lítið upp á. Þetta var spurning 1-2 skot þannig í lokin. Vorum að klikka á vítalínu, galopni þristar. Vorum að stíga á hliðarlínu og eitthvað svona dótir í sem að safna saman. En það verður ekki tekið að þeim að þetta er ábyggilega besta liðið í vetur og besta liðið síðustu ára. Og þið litu á virkilega hafa fyrir hlutunum? Já, ég meina að við unnum á þrisvar í vetur og það er svona 1 leikur kannski leikur 2 hérna sem þeir unnu örugglega. Leikur 1, 3 og 4 voru bara hörkuleikir. En ég verð að bara byrja að óska Grindvíkingum til hamingju. Bara Grindvíkingum hér og þar. Aðalega þar sem eiga þetta bara skilið, búin að bíða lengi. Og þetta koncept hjá þeim gekk upp. Við settum saman náttúrulega stjörnulið og þessi strákar fórnuðu sínu egói til þess að geta sett saman svona Íslandsmeistaralið og Helgi gerði frábærlega að fá þá til að spila saman sem sterka heild. Bullock náttúrulega bara sóðalegur, þetta er bara fáránlegt hvað maðurinn er góður og Watson stýrði sig eins og hestforingi. Þannig að þetta var bara frábært hjá Grindavík en náttúrulega ömurlega svekkjandi að tapa hérna. Veturinn hjá Þór, þessi árangur kom mörgum í opna skjöldu en væntanlega ekki neinum í Þorlákshafni það? Það verður bara hver og einn að svara því. Við stefnum alltaf hátt. Og ég er svo svekktur maður en ég verð að hrósa þessum strákum. Það er ekki hægt annað. Þeir eru búin að gera nánast allt sem þeir eru búin að biðja um að gera og leggja sig þvílíkt fram að þeir geta gengið hérna stoltir út. Ég veit ekki hvað, þeir eru búin að skrifa marga kafla í körfuboltasöguna og einu bretti svona í vetur eins og Vesturinn sagði, þannig að svekktir en stoltir.